segir mér að slaka á, mun ekki gera það. Ef þú segir mér að róa mig, mun ekki gera það. Ef þú segir mér að slappa á, mun ekki gera það. Ég vil alltaf meira, nóg aldrei nóg. Ef þú segir mér að slaka á, mun ekki gera það. Ef þú segir mér að róa mig, mun ekki gera það. Ef þú segir mér að slappa á, mun ekki gera það. Því að ég vil alltaf meira, nóg aldrei nóg. Ég vil ekki hætta, gefðu mér alltaf meira. Enginn getur sagt mér hvað ég get og hvað ég get ekki. Eina sem ég gerir að berjast fyrir velgengni. Nóg aldrei nóg fyrir mig, ég alltaf háður ára grifin. Meira þessi við, meira öllu, ég hætti ekki á neitt. Ég gefst ekki upp, þau sé ekki vinn. Held alltaf áfram, ég maðurinn. Stoltur af mér sinni sjálfsöryggi. Ég kom bara til að taka yfir. Missa við þið en ég hætti aldrei við. Vil líða vel, býð ég á mig gið. Hann sem ég gerir ef að ég er emoji. Þú ert að halda ég sé á mig þinn. Ég vil alltaf meira, nóg aldrei nóg. Ef þú segir mér að slaka á, mun ekki gera það. Ef þú segir mér að róa mig, mun ekki gera það. Ef þú segir mér að slappa á, mun ekki gera það. Ég vil alltaf meira, nóg aldrei nóg. Ef þú segir mér að slaka á, mun ekki gera það. Ef þú segir mér að róa mig, mun ekki gera það. Ef þú segir mér að slappa á, mun ekki gera það. Því að Góða kvöldið kæru áhorfendur og velkomin á fyrsta forleik almennu deildarinnar í Overwatch. Ég heiti Ingi eða betur þekktur sem CMD og með mér er hún Toppa eða Maisley Fox. Hæ. En í kvöld erum við að fylgjast með umspili þar sem liðin tvö eru að keppast seinasta lausa plássið í efri deildinni og liðið sem tapar heldur þá áfram í neðri. En kannski áður en við förum of djúpt í það, förum kannski eldsnögt, eða þú ert til í að fara eldsnögt yfir liðin tvö, Toppa? Já, byrjum á Silfur. Í Silfur er Blue Boy að spila. Hann Blue Boy er að spila sem tank og Lilja Þór sem flex spilari, Hrútspungur og Lisawa support spilararnir, Rottweiler í flexinu og Sigfusion í sem DPS. Svo kom ég að kartöflum. Í kartöflum er það Endertard og Meatloaf sem eru tankarnir. Það er Fes og Auddi sem DPS-arnir, Bringilis og Moonman sem supportar. Já, en núna erum við komin í annað tímabil almennu deildarinnar þar sem deildin er skipt í tvennt með efri og neðri deild. En í seinasta tímabili þá var það Hreðjar Neskaupstaðar sem sigruðu það tímabil í neðri deildinni og komist þeir þá sjálfvirt upp í efri deildina og voru það Kartöflur Þykkabæjar sem við erum að fara að horfa á hérna í kvöld sem kláruðu neðri deildina í öðru sæti. En Silfur Mosfellsbæjar lenti í seinasta sæti í efri deildinni og er það þess vegna sem Kartöflur og Silfur eru að keppa í kvöld plássið í efri deildinni. En þessi leikur í kvöld fylgir bara hefðbundnu formati eins og við erum búin að hafa það. Fyrsta mappið verður Ilios og sá sem tapar því mappi fær að velja næsta og verður þá valið úr hverjum mappsflokki og það verður þá í röðinni Hybrid, Assault, Escort og svo Control hver tekur lokasigurinn. Og fyrsta liðið af þessum tveimur til að sigra 3 möpp tekur þá heildarsigurinn. En við sýnist bæði liðin bara vera klár og ready hérna og þannig að við getum kannski bara ítt okkur bara strax í gang. En núna er liðin smá tími síðan að seinasta tímabil var og ég áætla allavega að metagamið sé búið að breyta svolítið þannig að það verður forvitnilegt að sjá hvað liðin spila. Já, algjörlega. Nú hef ég ekki séð þessi tvö lið spila í svona langa tíma þannig að og eins og ég þekki metagamið þá er það svolítið opið. Það er ekkert mjög ákveðið hvaða svona liðsuppsetning sé best. Nei, í raun og veru akkurat er ég búin að sjá mjög mikið að liðin vera dugleg í því að æfa sig og spila núna undanfarið þannig að við förum örugglega að fara að sjá eitthvað mikla breytingar núna. Já, það er mjög mikið af skrimmi og allir vel æfðir sem er náttúrulega alltaf glæsilegur hlutur. Þannig að getum alveg búist við góðum leikjum. Mér skilst eins að liðin tvö voru reyndar að taka eitt svona æfingaleik í gær
Þannig að þeir eru vonandi búin að læra á hvort annað og eru kannski tilbúin fyrir ykkur ákveðin play sem að bæði liðin hafa. Þannig að þetta verður alltaf spennandi að sjá. Já. Og þarna voru allir að gera þessi kláran og ættu bara að detta inn í leikinn eftir nokkra sekundur. Ilios, það er skemmtilegt map. Alltaf gaman að þessu control dæmi. Og áður en leikurinn byrjar alveg, þá eru bæði liðin að gera sig klár og eru svolítið mikið að hoppa á milli hetja. Spurning hvort þeir taki svona dive classic comp eða hver pælingi verður. Ég þætti allan gaman að sjá eitthvað Winston play, Winston eða Ball og þannig við getum fengið smá hasar, smá hrattspil. En þá erum við komin inn í mappið og leikurinn virðist vera alveg að fara að byrja. Enginn búinn að velja neitt eins og er. Sjáum hvað gerist. Og við byrjum á Ruins sem er mjög vinsælt að taka Widow í. Þannig að við gætum fengið, er ekki klassískur Auddi Widow eða er það Fes? Nú man ég ekki hvernig þeir spila. Það virðist sem að Silfrið ætlar að byrja á Rein Zarya kampi með Mei og með Kree. Það er svolítið tricky komp að þessi mappi, þetta er rosalega opið. En Já, frekar djart, svona, til þess að byrja með. Einmitt. En svo kannski aðeins meira svona hefðbundið pæling hjá Kartöflu Þykkabæjar, þar sem er Ball, Diva og Echo. Já, meira svona pushið, akkurat. Þannig að það kannski verið hratt play frá þeim. Það er spennandi að sjá hvernig þeir ætla að nota þessa Mei, Silfur Mein. Þetta getur virkað rosalega vel. En Endri þetta er komin mjög aggressívt áfram, að menn Silfur fer alveg fram hjá honum. Þeir taka plássið alveg vinstra megin við punktinn, hópaði sig vel saman og liðin eru bara búin að ákveða pláss fyrir sig. Auddi flýgur yfir þá og reyna að gera eitthvað poke damage. En þeir keyra bara beint inn í Meatloaf og fá early mjög snemmt kill á mekkin hjá honum. Þarna fyrir hann. Bringilius með gott búb á Quasmalin, hendur honum út af mappinu, þannig að engin Mei, Silfur Mein. Nei, og Silfur kom með með kontrólið, þannig að við vorum að sjá hvað gerist núna. Tíminn byrjar að tikka í hag Silfursins. Við sáum Auddi dó á Echoinu og Fes skilar inn öðru killi á Lucioinn og lítur út fyrir að Fes ætlar að taka allt clean-upið, sækir öll killin hægri vinstri. Já, augnablikinu hafa þær ekkert pók þar sem þeir tóku út Endertard, þannig að við vonum að sjá hvað Endertard kemur inn núna hvort það ná að taka yfir. Spurning hvort að Kartöflunar heldur sér aðeins og lengi inn í fætinum, þeir voru alveg svolítið löngu búin að tapa honum. Endertard tekur smá athygli á sjálfan sig en Ultimate Advantage fer algjörlega í áttina að Silfri Mosesbæjar, þar sem eru tilbúin með Zarya Ultimateið og þeir henda því bara út strax, beint á Bringilius og Meatloaf og þeir ná killunu á Lucioinn og Divan missir mekki sem líka. Og nú er bara snýst þetta clean up. Bara klára restina af killunum og kasha inn tímann sinn. Endertard að reyna að breyta athyglinni á sig til þess að reyna að hlífa fleiri í liðinu sínu. Það er alveg gott move. Já, en það er spurning hvort þeir voru bara nú þegar búin að tapa á heiðinum. Kannski þetta pælingin sé bara bakk út og reyna aftur. En Auddi svissar af Echoinum, greinilega var sig Fusion bara meðan í siktinu. Og Silfur með mjög gott play hópa sér saman inn í herbyggið sem er rosalega erfitt fyrir Kartöflunar að komast í þá. Þannig að þeir stjórna leiknum eins og stjórna algjörlega flæðinu. Endertard komin inn með svakalegt búb, hendur þremur niður á lowgroundið en Baptiste getur hoppað upp eins og ekkert sé. Fáum Lucio beat frá Bringilius og þá byrjar alvöru fætinn. Hútspungur svarar með sínum og sig Fusion með Window. Notar High Noon, klárar Moonman á Baptiste. Auddi kemur hins vegar fyrir bakveðan og klárar hann í staðinn. Virðist sem að þetta Mei ulti hafi bjargað í raun og verið mikið fyrir þeim og kemur svona óvart að þetta komp sé að virka svona vel hjá þeim. Svona... Já. Ég er á þessari stöðu, sko. Þeir eru sennilega búin að æfa þetta rosalega mikið og Mein er svo rosalega sterk bara til að stjórna flæðinu á leiknum. Já. Það getur verið rosalega erfitt að hoppa inn í Mei þegar hún bara fristir boltan og... Mei getur skipt miklu máli eins og ég veist að það er bara do or die, sko, með Mei. Það þarf að vera mjög fínpúsað dive til þess að komast fram hjá henni.
En þá erum við komin á map 2 og nú man ég ekki hvað það heitir, en það er allan með hólu í miðjunni sem er eitthvað. Well er nafnið, takk nakk. Og hann lítur ekki út fyrir að Silfrið ætlar að breyta miklu, búin að setja sig upp hérna alveg öðru megin á spóninu og ætlar að rössa greinlega bara í gegn. En kartöflurnar breyta. Þeir fara í Sigma og Risa, double shield með Lucio og Baptiste. Hann er rosalega mikið bókju nei, hann breytur úr Skiptur Genjinum. Það er þá komið að þeim að bara hunkara sér niður. Ég ætla bara að setja bremsurnar í gang og sitja bara á punktinum og þá er svolítið pressan á Audda að skila inn killunum. Sjáum hvað þeir geta. Mjög vel spilað hérna hjá Silfurnis, taka herbyggið hérna hinum einu punktinn sem ég myndi má deila það hvort það sé bara betri staða en þá leysist fyrir punktinn og þeir róta þetta í gegn saman, hrútspungur verður eftir en það kannski skiptir ekki öllu máli. Þeir hefðu kannski viljað challengea punktinn sjálfan. Lilja Þór missir liðið strax, Blúboy með 2 góð kill þar sem Fes og Bryggjuljós fara strax inn og Silfrið nær að taka punktinn. Þetta var mjög góð rotations frá þeim. Þetta var glæsilegt að sjá bara fara akkurat beint í miðjuna bakvið og þeir raun og veru ekkert að búast við þessu þannig sé. Nákvæmlega. Lucio Speedboosti sem kemur að það er rosalega sterkt inn og ef að kartöflurnar hefðu rótitað á móti þá kannski ættir ekkert séns á þetta en svo lengi sem að þeir ná ekki að hreyfa sér nógu hratt eða ná ekki að bregðast við þessu tímanlega þá eiga Silfrið alla yfirhöndina þarna. En þá erum við komin í næsta bardaga og kartöflurnar sitja hérna fyrir ofan Silfrið. Silfrið er búinn að setja sig upp hérna inn í litla herbygginu sem er vörn sem er mjög erfitt að brjóta. Blúboy kominn einn hérna út, kannski tekur hann eitthvað poke damage en hann er alveg mjög heilsusamlegur eins og er. Ekki oft sem maður sér mikið verið að nota þetta svæði sérstaklega sem high ground. Nei, einmitt, það er ekkert sérstaklega algengt en Lilja Þór hendur út glugganum sínum og svakalegt huge ulti frá Blúboy, grípur eiginlega bara nánast alla hjá kartöflunum og þeir þurfa bara ekkert meira en það er ein ulti sem þurfa að nota. Þeir mistu vissulega hérna gluggan frá Lilju Þór en það var kannski skipti nú ekki alveg öllu. En þá er ultið að þetta svolítið orðið nokkuð jafnt. Kartöflurnar eru með High Noon og Flux á Endertad en Graf frá Rottweiler þannig að spurning hvort þeir ná að snúa sig eitthvað við. Og þeir virðast alveg bara nokkuð ráðalausir, veit ekki hvað þeir að gera þeirra þarna inni. Þeir róta þetta saman, allalega aftur á bak, svolítið skrítið rotation, Rottweiler notar ultið sitt en hittir ekki, skýtur í vegginn. Ég verðum rosalega mikið tíma til að taka af þeim akkurat punktinn með að fara svona langt bak við þau. Algjörlega, þetta var kannski ekki alveg sniðusta rotation sem ég séð. Mistu eiginlega alveg yfirhöndina, sniður sér vitlausa átt, Meatloaf dettur vissulega niður og Auddi. Nú sjá ekki hvort einhver búb á hannum en þetta leit rosalega vel út fyrir þá. Og svakalegt búb á Hrútspungur, tekur 2 til viðbótar. Glæsilegt. Hvað var þetta? 4 búb í einum fight. Hrútspungur alveg bjargar þessu fyrir liðinu sínu. Glæsilega gert. En þeir eru ennþá í stjórn hjá kartöflum og spánin er að koma inn. Það eru fleiri á spáninu frá Silfrinu. Bryggjuljós einu búb en hittir þið ekki alveg. Sigfússon með gott og sterkt kill á Bryggjuljós, þannig að nú vantar Lucio inn. Það er að nýta fullkominn hennar vegg frá henni Mei. Útiloka hitliði frá því að fara frá. Og það er annað búb frá Hrútspungi. Þetta virðist bara að vera mappið hans. Það er ekki séns hérna. 1 hægri klikk og allt liðið dautt. 95% Moonman ætlar að taka stuttuleiðin í spánið. Meatloaf með gott pick á Baptiste, það getur verið mikilvægt. En núna skiptir bara mestu máli að halda punktinum á lífi. Og svo klárar það með últíðin. Hrútspungur með annað búb hérna á boltan og... Hvað geta þeir gert í þessu? Hvernig... Hrútspungur bara á hennan leik. Þeir eru mjög splitt núna hjá kartöflunum. Flott shatter frá Blúboy, tekur út hættir við High Noonið hjá Audda en það er vissulega ekki nógu mikið. Nú vantar bara nokkur búb í viðbót. Eftir raun að þetta Mei últi hjá það myndi taka og sigra þetta map sko en já, þetta er ránd.
það sigurstrangslegt sko Já. og mjög öruggt úr Það líkunum flott comeback En- úr kartunum. En Kartiblunar spilaði vel, þeir fóru bara mjög splitt hérna í kring. Fes snerti punktin ekkert meira en hann þurfti og náði að halda sér á lífi. Og það er bara nákvæmlega hvernig hann átti að spila þetta. En Silfri kemur hérna aftur inn og þeir eru rosalega góður í að halda sér saman sem eina heild, sem er gífurlega mikilvægt. Sér líka hér að endurtatinn hefur skipta úr yfir í ball aftur. Já, fór að sigma yfir á ball og núna pússaði þeir inn, þeir rössa svolítið svona inn í á og klára 2 kill í leiðinni og Kartiblunar eru bara splitta svolítið í sundur. Það er engin heild eftir og þá geta þeir ekkert sungið neitt meira en það er bara Silfrið. Silfrið er á í engum vandamálum með að pusha henn og taka þetta. Það er bara, þeir eru svo gífurlega góðir í að halda sér sem heild að þeir bara keyra svona í gegnum hann. Já, það sem skiptir okkur rosalega miklu máli er að ná að halda þessari heild vegna þess að akkurat þessi splitt, að splittast svona er svo rosalega hættulegt. Fáum ekki Lucio-búbin í play of the game, það er algjör synd. Þetta var samt alveg flott flugs. Gott tækifæri til að taka fætinn og þetta kemur 2 búbið mitt. Já, veist það var alveg rosalegur, Jesus. En gott flugs og gott follow-up frá restina af liðinu. Þeir tóku þetta nokkuð sigurstranglega, það var, virtist ekki sem þeir áttu mikinn séns þarna. Þeir að spila svona ákveðið rush komp þar sem hópa sér allir saman í svona einn lítinn bolta og Lucio spýta svo bara inn í óvina liðið Algjörlega. og jafnvel þóttir mistu punktina þá voru þeir bara í algjöru stjórn áttu í engum vanda með að taka þetta aftur og það var kannski spurning hvort að þeir Silfur Mosfellsbæjar sé bara svona mikið sterkari á control og þá er næsti mapslokkur hybrid og væri gaman að sjá eitthvað annað en Kings Row. Já, Kings Row þó að það sé eitt af mínum uppáhaldsmöppum þá er það oft rosalega, skulum segja, ofnotað en akkurat alltaf í efsta í huga hjá fólki. Það er klassíkin, klikkar aldrei. En það er þá spurning hvort að það fari betur í hag kartablana, hvort að þeir séu með einhver svona sterkari plön á þeim uppum frekar en control. Það sem að það verðist ekki alltaf fylgja reglunni að liðið sem vinnur control mappið sé sigurinn í restinni. Það getur stundum verið svolítið misjafnt. Playstyle í control er svolítið öðruvísi. Það var bara spurning hvaða mappir velja. Það er kartöflur Þykkvabæjar sem fá að velja núna. Ef að ræði þessi búb samt. Þetta var glæsileg búb frá Lucio, sko. Það er líka alltaf rosalega akkurat skemmtilegt fyrir þann sem er að spila Lucio að fá að ná þessum environmental búbum, sko. Já. Það er alveg alltaf jafn skemmtilegt. Og mér sýnist þeir alltaf að reyna að taka eina skiptingu hérna hjá kartöflunum. Þeir alltaf reyna að skipta út QRT fyrir Moonman og QRT er þá Moonman fyrir QRT. QRT er þess að koma inn og Moonman er komin út. Nákvæmlega. Og Moonman var þá support-spilarinn hjá kartöflum og QRT var varaspilarinn. En þeir velja Blizzard World. Það kemur óvart. Það er ekki á efstu á listanum fyrir marga. Nei, Blizzard World. Kannski er það með einhver leyniplön þar. Það var alltaf gaman að sjá. Já, Við fengum nú að sjá mikið af einhverjum svona sim-strategíum. Já. Svona einhverjum möpum í senasta tímabili. Þannig að kannski er eitthvað svona í vasanum. Einn ás í erminni. En það er þá kartöflunum sem veldu Blizzard World og það er þá komið upp að Silfrinu að velja hvort þeir vilja byrja í vörn eða sókn. Og við bíðum í raun og veru bara eftir því. Við getum allan að sagt það akkurat að þetta mapp þó að sé ekki uppáhaldið í fólki, þá finnst mér að samt vera mjög vel vandað og litríkt mapp til þess að spila. En maður er svona akkurat að spila þessa casual leiki, sko. En hérna. Skemmtilegt svona eftir BlizzCon líka. Já, Eftir BlizzCon, það er í Blizzard World.
Þetta er það sem allir myndi vilja að væri til í alvörinni þó að það verði örugglega aldrei gert. Disney World fyrir Blizzard. Já. Það segir ekki nei því, sko. Það hlaupast allir sem var þangað. Mér finnst bæði liðin vera klár og það var aftur búin að fá eina skiptingu hjá kartöflum þar sem QRT kom inn fyrir Moonman. Alltaf gaman á svona 3 stafa nöfnum. Og við færum okkur hérna inn í mappið eftir innan skams. Já, þeir heldur neyðast til þess að skipta svolítið playstyle hérna á Blizzard World, strákarnir í kartöflum. Já. En ég reikna með því að Silfur geti tekið alveg nákvæmlega sama plan með rush kompið sitt, það sem hópað sér bara saman með Lucio, Rein og Zarya og keyra svo bara inn í andstæðingarliði, það er andstæðingarna. En þetta double shield er vissulega aðeins erfara fyrir kartöflunar að keyra aftur og ég er alveg bara spenntur að sjá hvað er að reyna í þessu mappi. Það eru svolítið öðruvísi strategíur sem þurfa að koma út hérna. En þá erum við komin inn í Blizzard World og það er kartöflur Þjókabæjar sem byrja í sókn, ef ég skildi þetta rétt, og Silfur Mosesbæjar sem byrja í vörn. Það verður áhugavert hvað kemur út úr þessu. Þetta er ekki algengasta mappi sem við fáum að sjá, því alltaf skemmtilegt að fylgjast með þessu, sjá hvað þeir hafa upp ermina. Þeir ætla að taka double shield í sókninni hjá kartöflum og taka nákvæmlega sama komp hjá Silfur Mosesbæjar. Ekki það sem ég bjóst við, þetta getur svolítið skrítið að spila þetta rush hérna, en þetta er svolítið hættulegt fyrir kartöflurnar að þeir spila svolítið beint inn í það sem þetta rush komp er best í á hliðinni hjá Silfurinu. Þeir eru svo lengi að bakka af því þeir eru svo hægir með alla þessa skildi og Stóru og Rísu, Stóra Sigma og Zenyatta að það getur erfitt að rotita á móti þessu. En þeir eru vissulega með mikið damage, þannig að það getur kannski bara dreifta það. Algjörlega. Þetta verður áhugavert að sjá hvort þið ná að fara á móti þeim með þessu. Það er mitt. En það var líka spurning hvort að Kasmalin ætlaði að splitta þeim upp með vegnum sínum og þá erum við bara hérna Þeir virðist að rotata rosalega vel, fara upp að Flight to Duskwood húsinu. Já, komin upp á eina litla hægrandið og fara kannski bara allir tilbaka fyrir aftan þá. Nei, þeir ætla að stjórna hægrandinu. Ég held að það sé meira safe akkurat til þess að byrja með að vera þarna uppi. Silfur Mosesbæjar alveg í felum, leyfa mikið einu svona sjá sig, sem er eiginlega bara það besta sem við getum gert í þessari stöðu. Og Sonic Arrowið frá FES kemur upp það, við vita nákvæmlega hvað þeir eru að gera. Og ekki fyrir þeir dett að hoppa niður á lógrandið, þá getur Silfur bara rushað út. En þeir ætla að halda áfram að spila hann að baka veginn. Það virðist verið að taka sér allan að móða safe og hægt með hvað maður hefur séð. Ég myndi vilja sjá þá spýta út og bara keyra inn í það núna. Já. Ég held að þetta sé ekki alveg staðan það sem ég ætti að vera í. Já, þetta kemur að, þetta spýtur út. Þvílíkt leit og glæsilegt. Ótrúlega vel spilað hjá Endertad og Bringilíu saman. Hóhú. Þetta sem þeir voru að gera var bara að safna upp í ultið hjá honum og ná bara að taka það inn í hildi. Jesús, þeir voru alltaf lengi að svara þessi. Þetta var ekki nógu gott í Silfurni. Þetta var glæsilegt í kartöflum. Endertad með svakalegt ulti og Bringilíus með fullkomið nade. Það var ekkert þetta að svara þessi. Vel spilað kartöflur. Þeir eru búin að brjóta þá fyrsta vegginn og þá er annar nokkuð erfiður veggur eftir. Silfur keyrir hérna upp á hægrandi þar sem kartöflurnar eru nú þegar búin að setja sig upp og kartöflurnar bakka. Gefa þeim plásið. Já. En það er nákvæmlega sem þeir þurfa að gera, þeir þurfa að bakka, þeir þurfa að spila long range. Já, þetta er bara líka ekki gott akkurat svæðið fyrir að reyna að fara á móti þeim. Já, þeir eru með miklu meira öryggi hérna heldur en kartöflur. Meatloaf með sér lífið sitt og frá veggnum út af Kasmalin. Og þeir nota líka Window hjá Lilju Þór, en það eina sem kartöflurnar þurfa að gera er bara að bíða rólegir. Viti reynir eitthvað að píka hérna, en spurning hvað það sé sniðugt. En þetta er erfiður punktur til þess að brjóta með kompani sem eru að spila. Já. Þeir eru neyddir til þess að fara í close range og það er ekki það sem þeir vilja. Þeir þurfa að fara upp að þeim til þess að komast í gegn. Og þeir pusha inn hjá Silfurinu. Annað geggjað nade frá Bringilíus, en hann nær ekki að sjálfur skila í nógu góðum killum þar sem að Lilja Þór hendur út lampanum sínum. Immortality field og það er nóg til þess að halda þeim á lífi.
og þetta er bara svolítið nákvæmlega sem þeir vilja bara halda áfram að gera hjá Silfrinu. Standa bak við vegginn, bíða á til að kartöflur eru komnar nóg nálægt, svo bara spýta áfram inn í það og skila 1, 2, 3 killum. Já, þeir eru rosalega safe með stöðinu sinni þarna þess að þeir sjá akkurat bæði aðgangana sem að í raun og veru leiða að þeim og eru því alltaf tilbúinir fyrir hvora hlið sem reyna að komast að. Og það er erfitt fyrir kartöflur að brjóta þessa stöðuna hjá þeim. Það var fljótt og flott ulti hjá honum Hrútspung til þess að koma í veg fyrir dauðsfalli í Sigfusion og Kasmalin. fyrir kilsi í þessu. Með kill á báða supportana og svo henda þeir í Graf og Kasmalin notar ultið sitt á Mei. Það skila sér ekki í neinu killi nema bara á Meatloaf, en kannski spurning hvort voru nú þegar búin að vinna hana fight og hefðu getað sparað þetta áfram, en ég meina þeir halda stöðunni sinni. Og þetta er reyndar alveg mjög vel gert hjá kartum líka, þeir eru ekkert að drífa sig í þessum ultum. Eina ultið sem við erum búin að sjá núna er frá Fes og núna eiga er 5 klár á móti 1 hjá Silfrinu. Það var áhugavert hvað þeir ætla að plana með það. Já, ég held að... Þeir virðast ætla að snúa sér bak við að koma bak við liðið. Silfrið pússar í gegn í baklínuna, nær Ödda og QRT, þannig að vantar Sen og McCree, en þeir missa Lilju Þór. Það er bara Lucio og Hilsi á þeim, en það eru svo margir dauðir hjá kartöflunum að það skiptir bara ekki allir máli. Endurtad notar ultið sitt og lítur út fyrir þeir komi bara alveg að óverum. Það var samt alveg ágætis leið að reyna að ýta Pilotunum aðeins út frá þessu hliði í raun og veru, þar sem að er alltaf erfitt að reyna að brjótast í gegnum. Já, þetta er rosalega tjókvæmt. Ansóen var bara í bakgrunum og ýtti Pilotunum áfram. Þau tókar eitthvað skrautlegt, það er alltaf að sníka hérna allalega í gegn og þeir alltaf núna komið fyrir aftan þá. Kartöflur alltaf núna komið fyrir aftan Silfrið, en það verðist að þeir sáu eitthvað hjá Silfrinu og vita af þessu og þeir rótið það bara á móti og eru núna komin hinum megin við vegginn. En ekki jafn góð staða. Þetta er einfaldara fyrir kartöflurnar til þess að sigra, en þeir veit ekki hvað þeir eru. Algjörlega, nei. Þarna kemur það. Núna þurfa kartöflurnar að labba áfram og nota ultinn sín. Þeir mega ekki bíða svona lengi og Kasmalin nær góðu headshoti á Bringilífs og án Unu geta þeir bara eiginlega ekkert gert. QRT er neyddur til þess að nota ultið sitt, en Sen Heals er ekki nóg fyrir þetta komp. Og Pilotin heldur áfram að fara aftur á bak og... Já, spennandi að sjá hvað gerst núna því að þeir í raun og veru geta bara tekið út, sko... Þeir eru alveg splittaðir. og sem þeir halda kannski sé þeirra haga, en ég held að það sé ekkert bara svo gott. Gott slíp á Blueboy, þannig vektur að vakna strax. Svo lengi sem ég ná áfram að halda Pilotinu í gangandi og þá er þeir allan að rosalega góðri stuður, sko. Þetta er erfið kringumstæði að vera Silfrið til þess að komast inn, en þeir náðu því samt sem aður. Blueboy missir skjöldin sin strax, nær killið samt á QRT. Rottweiler notar ultið sitt til þess að taka tankana saman og þeir þurfa bara ekkert meira en það. Já, það vantar svolítið upp á heildina í samspilinu hjá kartöflum. Það er alveg búin að vera þó nokkur tækifæri sem gátu snúið sér við. Og flott tilraun einmitt að fara hérna bakvið og í gegnum hérna Já, þeir virtu fyrst að breyta aðeins til þess að reyna að ná einhvern veginn öðruvísi inn á þetta en það bara gekk ekki upp eins og þeir vildu að færi. Já, í raun og veru bara mjög vel spilað hjá Silfrinu að bregðast við því og róta þetta bara hinum einn staðinn. En kannski það sem þeir föttuðu ekki hjá kartöflunum er að strax þegar þeir gera þetta þá eru þeir komin með yfirhöndina. Þeir þurfti ekkert meira en bara að senda einhvern veginn á Pilotin til að ýta honum áfram og þá neyðist Silfrið til þess að færa sig, ekki þeir. Akkurát. Og þegar þeir eru með svona double shield, svona skjaldbökukomp að þá er yfirhöndin alltaf þeirra þegar andstæðingurinn þarf að færa sig, þarf að snúa sér eitthvað. Þarf að taka... Mér finnst rosalega eftirlega fyrir þessi rótering hjá Silfrinu samt. Það kemur rosalega óvart í þessu leik. Hvað þeir eru búin að vera duglegir í að koma bak við og þeir bara raun og veru ekkert að búast við því. Já. En núna erum við búin að skipta hlutverk og það er þá komið að kartöflunum að verjast á meðan Silfrið er í sókn og þeir virðast ætla að spila nákvæmlega sama nema Fes er á Junkrat í staðinn fyrir Hanzo og Sigfusion á Reaper en ekki McCree. Og við erum alltaf búin að nýkomin inn smá breyting á Reaper þannig að spurning hvort það gerir meira eða minna damage eða hvernig hann muni virka
Og þetta kannski Wow. meira í hag hjá kartöflunum. Það auðveldara að spila þetta double shield í vörn Já. heldur en í sókn. Já, en akkurat með því samt að þeir taki að Sigfusion sé orðin að Reaper þá eru þeir samt í smá hættu. Já, fer eftir í hvernig... Þeir hafa örugglega búist við því að þeir myndu halda áfram að vera með þessa double shielda sem þeir eru búin að vera að gera núna upp á síðkastið. Einmitt. En Silfrið byrjar að rótita henni í gegn og þeir ætla að fara alla leið tilbaka fyrir aftan á, alla leið fyrir aftan spónið þeirra og vel gert á kartöflum að bregðast við því og setja bara upp á hægrandinu. Núna Silfrið í erfiðri stöðu, það erfitt að komast þarna inn og brjóta þetta. Fes ætlar að rúlla í baklínuna og ná smá spammi. Þetta getur hættulegt, það má eiginlega ekki deyja hérna. Má ekki gefa þeim þetta kill. Og þá þetta bara spamstríð. Já, hvernig ætlar að koma sér úr þessu? Það erfitt, svo mikið víst. Þeir ætla að halda áfram einhverju svakalegu róteiti. Það fara bara bakvið og... Sérstaklega skárri staður sem eru í núna. Nei. Ok, fáum pull, hittir því ekki, þeir eru bara fastur inn í hlærbygginu. Þeir vollaðu kannski af og yes, komnir upp á hægrandið. Mjög vel gert hjá Karsmalin. Þeir taka út lampan og QRT missir lífið sitt mjög hratt. Og þeir neyðast allir til að bakka á lowgroundið. Fes með gott kill á hrútspung en það engan veginn nóg. Þeir þurfa svo mikið meira það. Og Silfur ákveðnir og sterkir taka í raun og veru allt plássið á fyrsta punktinum. Já, þetta virkaði ekki alveg startið hjá honum með Sjöngratti að reyna að henda sér bara beint í miðjuna og KT með smá spammi sko. Hann var nú alveg með stöðuna til að spamma á þetta inn í litla herbygginu en bara spamma hann ekki hitti. En gífurlega vel spilað hjá Silfurinu að brjóta þetta. Mjög góður veggur sem Karsmalin setti upp bara til þess að stoppa þá frá því að skjóta það á leiðinu upp. Þeir eru komin aftur á hægrandi, þeir virðast velja það frekar en annað. Já, það er algjörlega staðurinn til að vera. En núna eru þeir að spila svo aftarlega að Silfur fær eiginlega bara að pússa pelotinn frítt. En þeir kjósa að gera það ekki. Þeir ætla að rusha á hægrandið, pússa það bara saman. Þeir fá Flux, hann hittir bara rútspung. Kannski ekki alveg niðurstaðan sem hann vildi. Lilja Þór bjargar með deathringnum, með anti-deathringnum. Og Fes með þvílít ulti tekur út 2, Sigfusion og rútspungur og þá er það bara Sari og Mei eftir. Já, ég veit ekki alveg hvaða planið var hjá þeim þarna vegna þess að það hefði verið mjög einfaldara fyrir það bara að halda áfram að ýta payloadunum áfram og klára í raun og veru bara mappið. En ég sé náttúrulega þeir hafa sinn tíma eftir, þannig að kannski þeir eru bara að stressa sig á því. Máli hafi eiginlega bara frekar verið að skilja einhvern neitt eftir á payloadinu en hinir 4 reyna þetta að rusha upp. Já. Því, já, þeir eru að spila svo rosalega aftarlega að þú þarft í raun og bara að lifa af spamm í smá stund. Góður veggurinn til að stoppa spammið. Og núna eru þeir mjög miklu vanda, sko. Já. Þeir komast ekkert á... Neitt hendur mjög lélugu transi og þeir spara með góðu grafi á 3, ná 3 killum og púsja payloadinu í gegn og hafa þetta búið. Það var ekkert smá flott kombo hjá Mei og Sari. Einmitt. Ég held að mistökin þetta hafi svolítið verið kartöflumegin. Þeir eiginlega, þó þessi góður staður sem þeir setja sig upp á og þá... Það var snemmt að fara þangað. Já, bara loka staður payloadsins var bara of nálægt. Þetta var náttúrulega geggja Flux. Og neitið líka. Þetta var glæsilegt múf, þetta kom mér alveg svakalega óvart. Sérstaklega bara það að farma þetta Flux og bara nógu snemma til að segja möguleika ná að gera þetta. Akkurat. Og kannski svolítið lélegt hjá Silfurinu að leyfa honum að farma þetta svona rætt. Smá misklingur hérna hjá liðanum. En þá eru það Silfrið sem eru núna 2-0 á móti kartöflum og sýndu sterka yfirhönd í bæði Control og Hybrid. Og næst er það Assault eða 2CP. Og veistu, ég er bara hræddur það að ef kartöflurnar náðu ekki að spila nógu vel á á Hybridinu að þá nýja Control að þá er eiginlega bara svolítið valmöguleikarnir farnir. Það er ekkert svo mikill mismunandi playstyle á Assault og er á
kontrólin í hybrid að þeir þurfa einmitt að reyna eitthvað nýtt ef það er alltaf að taka sigur á þessu, ef það er alltaf að halda sig inn í leiknum. Þeir að svissi svo svolítið upp. En það voru kartöflunar sem töpuðu aftur, þannig að þeir fá að velja fyrsta mappið. Eða næsta mapp, segi ég. Og það verður Temple of Anubis, við förum til Leikeftirlands. En á móti fær Silfrið þá að velja hvort þeir ætla að byrja í sókn eða vörn og ég myndi áætla þeir byrja í vörn. Það er svona ákveðið trend. En Temple of Anubis er skemmtilegt mapp. Það eru mjög mikið mismunandi leiðum til þess að brjótast inn á punktinn. Já, og mikið nota mapp akkurat. Þannig að þeir hafa örugglega flestir hafa haft góðan tíma til þess að undirbúa sig fyrir þetta mapp. Og þetta verður vonandi mjög spennandi. Og það bæði liðin eru klár og nú ættum að detta inn í leikinn bara innan skams. Hvort þeir munu taka samt þessar típisku stöður í defensin að standa upp á high groundinu og þetta almenna sko. Já, sko að þessu mappi er rosalega mikið að high groundum og það eru kartöflunar sem byrja í sókn þannig að það sem eru búin að keyra hingað til, þetta Double Shield og Risa Sigma mun líklegast ekki virka í sókninni. Ekki í sókninni en hvort að þeir munu reyna að nýta það aftur í defensinu sko, í vörninni. Alveg bókað sko, ég held að sé ekki einu svona spurning um það. Það er svona alveg gott strat, gott komp á þessu mappi og ef þeir fíla það þá er potið þeir að keyra það. Þeir byrja á því að velja þetta í sókninni, Sigma og Risa og ég er ekki alveg viss hvort ég sammála því en þeir eru búin að æfa þetta greinilega og ætla að halda sér fasti við það. Við syns ekki vera mikið akkurat í því að þeir vilja frekar að vera að taka þessu double shielda heldur en að fara bara beint í pushið og bara henda sér beint inn sko. Sem að mér finnst mjög óalgengt að liðin séu ekki að taka push í þessu mappi. Sérstaklega ef það er að berjast á móti en ekki í vörninni sko. Einmitt, það já, það verður trikki fyrir þá. Nei, þeir skipta þessu upp, þeir eru með Rein Saria núna og spurning hvort þeir reyna eitthvað svipað og Silfrið er búið að gera. Hópa sér saman bara í svona eina búblu og keyra bara í gegn sem ein heild og ég held að það sé alveg bara mjög góður valkostur í þeim. Góður séns að þeir getur alveg tekið þetta og svona. Þeir keyra hérna inn vinstra megin og þeir eru með Junkrat á móti þannig að spammið er í þeirra hag og er þá bara spurningin þegar þá þurfa þær að spila bara svolítið hægt. Bíða eftir einhverju svaka damage frá Junkratunum til þess að svo loksins keyra bara inn. Hvastmálinn með góðan vegg, lokar hérna út tankana en þeir brjóta hann strax. Þvílíkt nade, kemur strax inn frá Liljuþór og strax og allir eru anti-nadaðir að þá eiga bara ekki séns. Man getur alveg bara tekið styttu leiðina aftur í spónið. Það þurfti ekki meira, 1 nade og þá bara fætinn búinn og ultíin eru ennþá í hag hjá Silfri. Lilja er á rosa góðu stað, bara halda sig aftur og híla bara frá distansinu. Nákvæmlega, það er enginn sem kemst í hana. Hún er rosa safe þarna svo lengi sem akkurat þeir átta sig ekki á því að hún sé hérna í hóðninu sko. Já, þeir eru bara ekki með hetju til þess að keyra í þetta. En þeir reyna kannski núna, þeir ætla að fara hérna í staðinn vinstri eða hægra megin með hvor áttina myndavélin snýr. Góður veggur til að splitta þeim upp og það er alveg mjög augljóst. Fallegt snípjáni Lilju í beinti í Junkrati sem hefði getað tekið hann út. Já. Endur þarna gott kill á Hvastmálinn og öddið á Sig Fusion þannig að núna er það kartöflunar sem eru með yfirhundina. Þeir ættu að stjórna leiknum hérna í frá. Þeir eru komin með plássið á punktunum. Ultíin eru ennþá í hag hjá Silfrinu. Þeir fá nano á Blueboy. Rottweiler missir lífið sitt og nú er bara spurningin hvað getur Blueboy gert? 2 góð og ákveðin kill en það er vissulega ekki. Þeir virðast alltaf að taka þennan punkt. Mjög vel gert hjá kartöflum. Það var fallegt rotation og fóru bara beint upp og að henda sér beint á punktinn. Og þá er einmitt spurningi hvort þetta hafi bara verið mistök hjá Silfrinu að keyra svona ákveðið í þá. Þeir fóru kannski aðeins á djúpt inn þegar þeir hefðu kannski að spila rólegir og bíða bara, taka einhverja nýja stöðu og stjórna flowin á leiknum en við erum alltaf komin á seinnipunktinn, punkt B. Ultíin eru núna í hag hjá kartöflunum. Þeir eru með Shatter á móti Shatter og Tyre og Hainun
gott nade hérna, hlýtur að stoppa það í smá stund. Lucio missir næstu í lífið sitt á Bryngilius. Uti í vandræðum líka. En þeir hýla sig aftur upp, takur sér bara rólega, þetta er flott. En Gravi kemur Rottweiler, hann næra að farma þau upp. Þeir nota High Noon og næra að skila 2 góðum killum á því á bæði Blueboy og Hrútspung. Hvað smálum Taka Fusion út. Þetta lítur ekki vel út fyrir Silfrið. Nei, þeir virðast alltaf að taka þetta bara kartöflunar. Lilja Þór deyr, gott riptæri hérna á Hrútspung. Þeir reyna að tefja punktin eitthvað aðeins meira en mjög vel spilað. Það var rosa flott, Mjög ákveðið og hérna vel spilað sem heild. Þetta er það sem ég langaði að sjá úr hinum uppanum. Já, þetta er það sem Hreyfa vantaði sig hérna. saman, fara inn saman, taka ákvarðanir sem ein heild af 6 manns. Þetta er það sem vantaði. Og var það nógu mikið til þess að hérna, tryggja allavega góðan tíma í sókninni. En það er skipt hlutverk og núna er það Silfrið sem að fara að sækja stað. Og það er bara spurning hvort þeir ætla að halda áfram að keyra í þetta hérna, Rein Saria hjá kartöflunum. Já, virðist vera rosalega gott hjá þeim akkurat. Hérna, gott spil hjá þeim beintu eftir að skipti yfir í Rein og Sariu. Sem er alltaf líka akkurat það þekktasta sem við sjáum að vera með Rein Sariu í kombi. Já, klassíska kompið sko. Þeir viljast alltaf báðir núna að fara á móti ykkur öðrum bara. Þeir trúa á þetta gekk vel og þeir ætla að halda því áfram. En það er flóknara að spila þetta í vörn heldur en í sókn. Í sókn þarftu bara að keyra inn eða keyra á einhver ákveðna stuðu og svo keyra inn en í vörninni þarftu að vera svolítið sniður, þarftu að spila svolítið smart og spurning hvort þeir séu búin að æfa þetta nógu mikið til þess að vera með það klárt. Akkurat. Og við hefum náttúrulega búin að sjá það hjá Silfrinu að þau eru alveg rosalega góð í þessu. Hvernig tæklaði þetta? Kemur í ljós. Það verður komin núna strax inn í leikinn og það er Mei og Reaper á hliðinni hjá Silfrinu. Þeir labba í gegn chokepointi saman, góður veggur til að stoppa spammið og þau eru svo fljótandi inn en kartöflunar ætla að keyra á móti, berjast bara við það í stiganum og þeir eru náttúrulega með Junkratinn með svakalegt damage og nær sig Fusion. Hann er ennþá í stiganum að keyra í gegnum það. Mjög vel spilað. Það var mjög flott hjá þeim. Það er eins og þeir hafa búist við þessu akkurat því að Junkrat kom sér á góða stað bara strax í byrjun og að taka mótið þeim hann upp í stegunum. Nákvæmlega, hann var alveg gífurlega sterkur hérna upp á hægrándinu, bara mjög undirbúinn fyrir þetta og þetta er bara nákvæmlega sem það þurfti að gera. Algjörlega. Og samt sem maður mjög vel gert hjá Silfrinu, voru mjög fljótandi í gegn en bara shift nateið frá Junkrat en þeir keyra í gegn undir á punktinn og þeir eru komin sagt að segja með betri stuði núna. Endir þetta með gott ulti, tekur niður alveg 3 og fes! Þetta flott rip það er ulti hjá þeim maður. Það þurfti ekki meira. Þeir eru alltaf greinilega bara að taka hatt í þetta mapp og reyna að halda því. Það er alveg gífurlega vel gert í hann. Þeir standa sér mjög vel í þessu. Þá er ég eiginlega farin að efast að hvort að Silfrið sé eiginlega bara eru of mikil í keyrslu. Þeir þurfa aðeins að hægja á sér. Þannig að núna er tækifærið. Lilja Þór festist, Öddi með gott High Noon, klárar Lilju en þeir eru samt með plássið. Gott búp hérna á Endurtad, ítir hún niður og þau berjast inni en þetta fer aftur í hæginn hjá kartöflunum. Þeir eru með Nano Rein og þú vilt ekki lenda á móti einum þannig inn í svöngu herbyggi. Nei, þetta herbyggi akkurat er það versta sem ég finnst þetta mapp. Það er bara, já, þetta er bara í raun og veru svolítið bara svona trapp hann inni. Algjörlega. En það var þetta var mjög vel gert hjá Silfrinu samt. Þeir rótuðu mikið betur og núna var engin Junkrat fyrir ofan þá. En mjög óheppið að Lilja hafi lent í trappinu frá Junkratinum. Þannig annars hefði þetta ábyggilega gengið mjög vel og núna aftur í miðju rotationi missa þeir Reaperinn sinn. Lilja Þór og Hrútspungur eru först hérna aftur aftan en þeir ná killun á Bryngilius. Já. Þetta geti endað vel fyrir Silfrið. Þeir eru með góða og sterka stöðu hérna. Ræna þeir farin. Og núna er bara svolítið mikið litlu fætur út um allt. Já, virðist sem kartöflu ætla bara að taka þetta aftur. En Öddi sterkur hérna á hægrándinu skilar inn 3 killum bara einn og sér. Það er ekkert rosalegt að þeir hafi mist þessa 2 healera sína í smá stund þar sem þeir voru að berjast við inn í litla herbygginu. Já, það er bara þurfa eiginlega að hætta bara að reyna að keyra í gegnum hérna upp á hægra hægrándið.
frá þeirra sjónarmiði. Já, þeir hinga til að hafa ekki Hver farið til gerir vinstri vinstri? en þeir virðast alltaf að gera það núna. Og þeir eru bara svolítið að detti í sundur hérna, bara missandi pikk hægri vinstri þegar þeir reyna bara að hreyfa sig. Og núna vita kartöflurnar nákvæmlega hvað þeir eru að gera og þeir keyra bara beint inn í þá. Nota kannski aðeins of mikið últíðum til þess að tryggja hennar fæt. Af því það þeir eiga eitt séns eftir hjá Silfurinu. Þeir eiga Vilja ennþá koma í eitt bak. tækifæri. En þeir eru með gott ulti kombo, þeir eru með graf og riptægir og missa udda. Þetta er tíminn fyrir Silfrið. Núna geta þau fengið að skína. Lilja Þór mátti ekki deyja svona sent. Nei, Þetta stytti tímann þeirra hún alveg reyndi að halda þessu gífurlega aðeins mikið. of lengi. En þetta var gott diversion fyrir þau til þess að akkurat ná fókusin af restina af liðinu þó að hún hefði akkurat átt að reyna að halda lífi og bakka bara sem fyrst út. Nákvæmlega. Nú hafði bara 15 sekúndur til þess að ná inn á punktinn. Og það er nákvæmlega sem það ætla að gera, það keyra bara beint í gegn, góð breytingar á Moiru, þeir þurfa að spila hratt. En það kemur graf, riptægar og ég held að það sé bara allt á sund sem þeir geta gert. Vel gert kartöflur. Alveg gífurlega vel gert. Spurning hvað þeir hefði átt að skipta í þetta komp bara fyrr. Já, þeir virðast allan að ganga rosalega vel með þetta komp. Að þetta er nákvæmlega sem við viljum sjá frá þeim. Vel spilað. Gífurlega vel spilað. Þannig að staða núna orðin 2-1 fyrir Silfur. Sjáum hvað við fáum eitthvað flott hérna riptægar frá FS. Það er riptægar í endan. Jafnvel í gegnum Lucio bítinn, en þetta er bara aðeins svo sterkt kombo. Sérstaklega þegar þeir eru að spila svona sem einu heild, að þá bara er þetta bara nánast frjáls sarja. Akkurat, að því þeir eru búin að halda sér núna svo vel sama sem hópur og þá virðist þetta að vera að ganga betur hjá þeim sem akkurat vantaði svolítið upp á í fyrir leikina. Sko. Nákvæmlega. Þeir eru bara mikið ákveðnari og svona, hvað segir maður, confident í spilinu sínu. Þeir eru öruggari í spilinu sínu á þessu kompi virðist vera. En við kemum þá yfir í næsta map og það er þá Control, ef ég man rétt. Nei, Escort er eftir. Og fyrst að kartöflur tóku þennan sigur að þá fá Silfur að velja hvaða mapp verður spila. Og ef að kartöflunar eru búin að finna sig svolítið í þessu hérna í sérna kompi að þá getur þetta alveg vel og líklega verið í þeirra hag. Þar sem það er einmitt mjög gott fyrir eskortið að vera með svona ákveðin rush. Já. En spurning hvort að bæði liðin hérna ætla að taka sér stutta pásu og spurning hvort að við kíkjum þá bara á nokkru highlights frá öðru hvoru liðinu. Það er góð not.
Já, velkomin aftur. Það eru bæði liðin búin að taka sér smá pásu og við keyrum það bara áfram í næsta mapp og það er þá kartöflunar sem fengu að velja og þau völdu Rialto af Escort típunni. Á meðan Silfur Mosfellsbæjar fekk að velja hvaða hlið ætla að byrja á og þau völdu Defense eða vörn. Sem er einmitt líka ákveðið trend. Margir sem vilja meina að það sé bara betra að byrja í vörninni en Já, má við sér að deila það. akkurat. Ég hef heyrt það mjög oft akkurat að það er haldið að það sé betra að byrja í vörninni eða ekki reyndu árásinni eða sérst sókninni. Já, það er getur verið betra að setja tímann fyrir hitlið heldur en að sækjast í allan, þess að þú byrjar í sókninni og heldur sér betra liðið, þá ertu að pússa alla liði í gegn og svo verja. En ef þú byrjar í vörninni þá getur þú stoppað á snemma og átt þá á liðið sem að þarf, eða andstæðingur sem á að verja næst minni tíma til að vinna með. En liðin eru klár, við erum komin hérna inn í leikinn á Rialto. Og mjög vel spilað hjá kartöflum hérna í seinasta mappi á Temple of Anubis og það væri gaman að sjá það og halda þessu áfram. Alveg gífurlega vel spilað hjá þeim og ætla ég að segja að 2CP eða Assault getur stundum svolítið verið svona outlier, getur verið svolítið öðruvísi mappi í spilun og það þarf ekkert endilega að segja til restina af leiknum. Það er margir sem tapa Assault leikjum þegar þeir kannski ætla sér það ekki. Já. Þeir virðast alltaf halda áfram rænu og Já, þeir Saríinu. byrja í vörninni og ætla að taka Junkratinn aftur með sama tankápi. Greinilega búin að finna sig í þessu kampi og þeir eru að spila alveg rosalega vel saman. Algjörlega. Og það er skemmtilegt spil sem við fáum að sjá hérna. En 5 sekúndur í þetta byrjar, Bringilís á þakinu eitthvað að leika sér. Ætlar ábyggilega að reyna eitthvað skemmtilegt búp, en spurning hvort að Silfur Mosfellsbæjar ætla jafnvel að leyfa þeim það. Þau eru komin öll 6 hérna á pelotinn og ætla að keyra bara áfram hægt og rólega. Og hvað gera kartöflurnar í því? Þeir ætla bara að halda á horninu. Þeir eru með Junkrat spammið, ætla að eyða skildum hjá hann hratt og í þessari kringumstæðu þá væri ábyggilega sniðugast fyrir Silfur að keyra í gegnum litla herbyggið og þeir sýnist mér alltaf að gera það. Bara lúsi og spýti í gegn og koma þeim á overum. Það þurfa ekki að díla við spammið og það er bara nákvæmlega sem við ætla að gera. Virðast þetta að gera það? Nei, eða hvort við séum að feika það? Gott feik. En hvort það skilir sér einhverju? Þeir keyra upp á highgroundið. Það getur líka virkað. Taka highground í burti frá Junkrat er gífurlega sterkur hlutur. Og þeir ná bara killinu mjög snemma. Þetta getur verið stór hættulegt fyrir kartöflurnar. Missa Junkratinn snemma í bardaganum. Og gott neit hérna frá Liljuþór á Endertad sem missir lífið sitt, kannski stóð aðeins svo framalega. Og flott búp, nær næstuð í 3 en tekur bara út Meatloaf. Og Bringilís svarar með búbunni sinni sjálfur en Rottweiler nær að fljúa hérna yfir hinum megin. Og lifa það af. Það misti mikið af liðinu sínu þarna. Mjög vel spilað hjá Silfur Mosfellsbæjar. Taka fyrsta punktinn bara með miklu öryggi og keyra núna áfram í gegnum punkt 2. Spurning hvernig þeir spila þetta. Þeir taka hérna sterka stöðu á highgroundinu, eru með Junkratinn sem er hérna fyrir aftan, ég veit ekki alveg hvað hann er að spamma. Hann er að skjóta bara beint núna í vatnið. Gott kill hérna á Liljuþór, hann er að skilja eftir 1 á punktinum, en þeir eru allir hérna uppi og ætla að keyra í gegn í highgroundið. Nano er notað, Endertad er frosinn hérna með nanoið, en það er erfitt að drepa Nano Ryan og hann keyrir bara beint í gegnum það, ná ekkert að svara fyrir þetta. Og þar fyrir liðið út. Þetta er, ég veit ekki hvort þetta rauss hafi skilað sér að sér vildið það sem að annan þeirra datt út mjög snemma, þessi líka datt út. Já, Það var til frá pelotinu. ég er að spá hvort þeir hefði jafnvel gert þetta of snemma, einmitt. Það er svona hættulegt að gera með Junkratið þarna í bakvið sér, sko. Já, að skilja urnuna eftir eina á payloadinu þegar kríin í hinliðinu er bara með frýtt sætlan. En þetta er það sem þau átt að gera. Þau átt að bara pussa payloadinu hérna á hornið, þá þurfðu þau ekki að skilja urnuna eftir og núna geta þau rotate á highgroundið. Öddi notar hæ núna fyrir aftan þá, en það gerir ekki alveg nógu mikið. Flott, mjög flott shatter frá Endertad. Tekur niður 3-4 og það var bara easy pickings.
1, 2, 3 dauðir, einföld kill. Það að ganga rosa vel hjá þeim akkurat með þetta kom. Þeir eru að spila þetta alveg gífulega vel allavega. Fes notar ultið sitt snemma og það eru 6 ult tilbúin á hliðinni hjá Silfrinu og þeir þurfa nú bara að bíða til tærið þegar farið. Það var kannski aðeins og vakar sér hjá honum. Og þeir hópa sér saman, eða þau hópa sér saman og pussi í gegn. Hvernig ætlaði að Einu sem þetta skilaði sér akkurat var kannski bara smá tímaeyðsla en ekki mikið að... Þetta skilaði allan ekki nógu miklu. Nei, ekki nógu miklu, nei. Flott graf, þeir svara með beat, nade, gífulegt nade, hitti samt sem á ringan. Og Meatloaf missir lífið sitt gegn Quasmalinn, Fes einn af lógrandurinn, nær að singla út Sig Fusion og kartöflurnar spila þetta alveg gífulega vel, ná að einangra targets og fá einföld kills, en þeir eru kannski aðeins og aggressífir. Hoppa þetta niður þegar þeir hefðu getað bara staðið upp á hægrandinu og verið slagir og missa þessuna hellinga Núna lífi. þegar akkurat Junkratinn er farin að það er meira öryggir með healerana sína, sko. Nákvæmlega. Öddi fastur, Öddi og fastur næst fyrir aftan, náði Quasmalinn og flott ultíðan hjá Blueboy, tekur niður tankana, charger nær engum, en endur það skilur með sín og Sig Fusion! Sig Fusion á hægrandinu með High Noon nær 4, ekki einu sinni spurning. Rétt fyrir slípið. Klára með 5. killinu, ekki flókið sko, ekki flókið þegar þú heitir Sig Fusion. Erum við svona að tala smá þetta sleep, sko, hann akkurat rétt náði ult í þetta og svo slípaði þér, sekúndubrótið of seint. Það var mjög tæft. Hefði verið geggja slípið með það var kansalega gífulega flott ult í. Og fætin var meira að segja með í hag hjá kartöflum, þannig að ef það hefði lent aðeins snemma, aðeins fyrir segja, þá hefði þetta farið alltaf átt. Fes notar ultið í sitt, nær engu með því, Öddi klárar svo krútspunkt með ultiðinu sínu. Og þeir nota nano, bæði liðin á Reinhardt sem sýnist mér. Og núna er það bara hver með sterkari hamarinn. Endertat er fastur hérna, er charger af Blueboy og Blueboy skila killinu, Meatloaf fastur inni líka. Þetta var kannski aðeins of mikið fyrir kartöflunar, fóru aðeins og aggressíft inn og þurfa að missa nokkur líf í kjölfar þess. Já, þetta var fallegur veggur hjá henni Mei þar sem að skilaði þeim í raun og veru held ég sigri í þessu bardaga vegna þess að þeir náðu að útiloka kartöflunar frá sér svo mikið. Nákvæmlega. Að þeir náðu að pikka betur út akkurat þessi 1, 2, 3 sem þeir þurftu til þess að ná vinninu á þessu. Já, og það er það sem Mei gerir líka bara best, að splitta liðinu í tvent. En við fáum graf frá Rottweiler. Og ulti frá Mei. Fristir á alla hérna í miðjunni og það skilar heila bara kill á alla. Einu sem er eftir er hérna QRT, ein lítil Ana í baklínunni og þeir þurfa ekkert meira. Þetta var góð tilraun á vörn frá kartöflum. Þeir voru litu mjög vel út á punkti nr. 2 en ekki nógu vel. Silfrið var eiginlega bara með svar við öllu sem þeir reyndu. Nei, kannski ekki öllu en voru með nógu mikið svörum, segir mér. Og þá svissum við hlið. Það er þá hérna Silfur Mosfellsbæjar sem fær að byrja í vörninu núna. Ekki byrja, þeir eru í vörninu núna. Sjáum hvað þeir gera. Við ætlum að taka Winston. Skipt út Reinhardt, taka Winston, skipt út Lucio, fá Zenyatta. Og þetta er kannski ekki eitthvað sem þeir búast við hjá kartöflum. En þeir þurfa að spila þetta mjög vel hjá Silfurinu. Þeir þurfa svolítið fullkomni execution til þess að láta þetta virka. Þannig að það er tækifæri hérna fyrir kartöflunar að refsa þetta. Að refsa þeim fyrir þetta. Frist alltaf líka að taka akkurat Reaper núna. Ég er svo nokkuð vissum að þeir séu ekkert búin að taka Reaper í þessu. Nei, ég hef ekki séð Fes á Reaper. Þetta getur verið hættulegt fyrir þá. Þetta er eiginlega svolítið bara línað upp fyrir kartöflunar til að ná sigur. Það ætla að ná sterkri frammistöðu. Reaperinn er einstaklega góður á móti Winstonunum og hann byrjar hérna að snemma á því að stoppa payloadinn en fara svo back út. Quasmalinn er aftur eitthvað að tefja payloadinn og þetta er kannski bara eina sem er að reyna að gera, bara reyna að tefja.
stoppa Pelotonist lengi og geta án þess að deyja. Öddi klárar kvassmálum með góðu headshoti og Blue Boy þarf að hoppa út en missir lífið sitt samt sem áður. Þetta er ekki það sem hann vildi. Hann vildi algjörlega halda þessu lífi eins lengi og hann gat og núna fær Kartöflu bara svolítið frelsi til þess að púsja áfram. Og þeir voru víst ekki að nota vinsturinn þannig að hoppa inn á eitthvað eitt ákveðið target, heldur bara til að tefja Pelotonist lengi og hægt er. En það er annar tækifæri núna. Blue Boy komin inn á high groundið, Meatloaf er sofandi. Og hvernig ætlar að spila þetta? Þeir eru búin að splitta mjög mikið upp hjá Silfur í Mosfellsbæjar. En þeir þurfa að gera eitthvað annað í þessu í Kartöflunum, þeir þurfa að rótita. Og væri flott að sjá að taka high groundið núna, bara taka plássi í burtu frá Blue Boy og það er nákvæmlega sem ég ætla að gera. En þetta er hættulegt choke point. Það er náttúrulega hættuleg stöð að vera þarna einn. Það er ekki mikið eitthvað að hann sé tekinn út bara ef að þau ná að hlaupa þarna fram á. Núna vantar þeim bara að ákveða sig saman og nota Lucio og Speedballs til þess að pusha í gegn. Þau Quasmalin var ekki að bíða þarna á bak í flankinu og Öddi næri bara einu hreinu headshoti. Þeir eru konið með high groundi frá þeim. En er þetta nóg? Peloton er mjög langt í burtu. Þeir nota gluggan hjá Baptiste en Winston fær nano og er komin hérna inn í alveg aðal línuna. Sigfusion klára kill á Ödda, QRT missi lífið sitt og þeir nota graf og þá er þetta bara allt sem er gáti gert til að svara því. Já, þetta var flott svar móti Kartöflunum með últíðinu hjá honum Rottweiler og svo Blue Boy kom í endan til þess að taka það út. Þetta er gott rotation sem ég gerði en þetta rush comp sem þeir eru að reyna að spila núna í staðinn fyrir double shield virkar eiginlega bara ekki nógu vel nema hitliðið sé sem einni heild sem þeir hópa sig upp. Sigfusion notar út í sitt, klárar Bringilius, hann stendur bara svo langt aftur og baka þeir geta eiginlega ekkert gert. Nei, svo eru þeir alltaf með tracerina í bakinu á sér sem að veldur þeim akkurat þessum að hópurinn helst ekki nógu vel saman. Sko. Já, og þetta er eiginlega bara fullkomið strat til þess að countera svona rush comp. Þeir eru allir bara svo splitt að rush compið nær bara ekki að hlaupa inn á nógu marga manneskjur nema kannski bara eina, nágóðu kill á Blue Boy snemma og missa engan fyrir sem er bara fullkomið fyrir þá. En hvað ætlar að gera núna? Þeir pussi ekki um high groundið og þurfa bara að hoppa niður strax aftur. Fes með teleportar hérna yfir á high groundið og Silfrið þarf að bakka. Sjáum hvort þeir svara þessu ekki. Þeir eru með góðan sjans til þess að tefja rosalega lengi. Þeir eru með trans. Þeir nota beat, Quasmalin nær Ödda snemma og flott neiti hérna tryggir killið á QRT. Blue Boy notar út í sitt og þeir ætti ekki að þurfa neitt mikið meira til þess að halda þessu aðeins lengur. Og núna er Kartöflur eitt tækifæri til þess að... Já, núna er þeir mjög stressaðir á tíma, sko. Þannig að þeir þurfa að ná þessu final pussi, sko, að næsta checkpointi til þess að geta haldið áfram. Og hættulegt, sko, sem að Kartöflur gerði var að þeir þurfti ekki eins og nota það mikið últíðum til þess að tryggja hann á fætana. Silfur passar í gegn, fær graf í sig, en þeir eiga transið tryggir það að þeir missa bara engan á meðan þeir eru að þessu. Fes nær einu killi með últíðinu sínu, en þeir eru bara allir geður. Ég held að það hafi verið akkurat mjög sniðug breyting hjá Silfur, þar sem að þeir breyttu bæði ræninum og yfir í Zenyatta líka. Frá ræninum yfir í Winston og svo yfir í Zenyatta í healers og það er einu öðru svolítið svona gefur honum mikið meira frelsi í að ná killum þegar hann er í últíðinu sínu. Sko. Klárlega, það er bara alveg ótrúlega góð breyting hjá þeim að svissa yfir í það að spila svona splitt og gefa þeir Kartöflum í raun og bara engan sjens í að rusha í sig og sem er bara fullkominn counter á móti sem voru að spila. En þá klárar Silfur Mosfellsbæjar leikinn með 3-1 sigur á Kartöflur Þykkvabæjar. Og Silfur Mosfellsbæjar fær þá pláss í efri deildinni á meðan Kartöflur Þykkvabæjar halda áfram í neðri. Þetta var svona rosalega vel spilað hjá Kartöflunum í seinni partina á leikjunum, sko. Akkurat þessi breytingi að maður fara yfir í Rhine-Saria var alveg að borga sig. Já, einmitt, og kom svolítið á óvart sko hvernig þeir ná að snúa sig við og allt í einu leit bara út eins og Silfur Mosfellsbæjar væri bara algjörlega á bakfætinum. Þannig að
alveg gífulega vel spila hjá þeim í kartöflunum og vonandi fá að sjá eitthvað bara stórkostleg spil frá þeim og geti jafnvel verið sigurstranglegir í neðri deildinni. Og Algjörlega. ef þeir ná nógu langt þar þá fá þeir náttúrulega annan séns til þess að komast upp í efri deildina og með smá æfingu og þá eiga þeir alveg pláss þar skilið. Já, þetta var alveg, stundum var þetta alveg tæft, sko. Þetta var ekkert bara einhliða spil á milli þessa liða, sko. Nákvæmlega. En vissulega áttu Silfur Mosfellsbæjar þetta spot skilið. Þeir spiluðu rosalega vel og voru með svör, svona fleiri mismunandi taktiks til þess að svara við því sem kartöflur eru að gera og það er einmitt gífulega mikilvægt ef þú ætlar að spila á svona háu leveli. Já, svo vil ég náttúrulega bara minna á það akkurat að seasonu byrjar hjá okkur deildi byrjar að spila 5. mars þar sem við byrjum með það ekki á neðri deildinni. Er það ekki bara næstu viku? Jú, það er bara í næstu viku, þannig að það styttist mjög hratt í þetta. Spennandi. Og þá erum við einmitt komið með 8 lið í efri deildina og 10 lið í neðri deildinni. Og verður spennandi að sjá hverju kom út sigur á því. Já, Mikið af þetta er liðum alltaf búið að að gera. breytast, mikið af spilurum búið að skipta um lið, þannig að það getur allt gerst. Já. En þá held ég að við þökkum bara fyrir okkur í kvöld. Takk fyrir að fylgjast með þessum spennandi leik. Og við bara þangað til næst, þá ætlum við bara að sjáumst ekki. Takk fyrir mig. Já, takk fyrir okkur.